Fyrir allar mútugreiðslurnar þá eru bara gerðir reikningar til að geta réttlætt þetta fyrir í bókhaldinu og réttlætt þetta fyrir endurskoðendunum og sömu tilfelli þá voru gerðir ráðgjafarsamningar og síðan var líka gerður húsaleigusamningur. Þetta var allt í málumynd og fyrst og fremst fyrir bókhaldi svo það fari ekki að vakna einhverjar spurningar í kringu þetta. Í þessu samhengi lék ríkisfyrirtækið sem Íslendingar stofnuðu með heimamönnum lykilhlutverk. Fiskor langstærsti kvótahafinn í dag í Namibíu. Fyrir nokkrum voru við með engan kvóta. En út af því að hákarlarnir voru sjálfsagðar og fleiri breyttu lögunum. Í dag þá eru við með hátt í 1/3 af hrossamakrílskvótum. Árið 2014 var þó vænt stefnubreyting hjá ríkisfyrirtækinu Fiskor. ESA sjávarútvegsráðherra skipaði fyrst öllum að óvörum James Hatuikulipi náfrænda tengdasonar síns stjórnarformann Fiskor. Að því virðist þvert á starfsreglur fyrirtækisins. Því fylgdi ESA svo eftir með því að úthluta hrossamakrílskvóta í fyrsta sinn til Fiskor. Hvort tveggja gerðist raunar svo lítið bæri á, en samherjamenn fylgdust með hverju skrefi. Kvótan tók ráðherrana fyrirtæki sem starfað hafði í Namibíu í fjölda ára og byggt upp starfsemi á sjó og í landi. Og það fyrirtæki bara farið í dag. Yfir 1000 störf töpuð og þetta var fyrirtæki sem borgaði alla sína skatta í landinu. Og þessu fyrirtæki var bara fórnað til að hleypa samherja að og hákarlarnir fengu aðgang að kvóta. Hæstiréttur Namibíu úrskurðaði kvótaúthlutun ráðherrans til Fiskor ólöglega árið síðar. Dómurinn hafði þó ekki meiri áhrif en svo að ráðherrann vatt sér nú í það að breyta lögunum. Samskipti sýna að hákarlarnir hafi lengi stefnt að lagabreytingunum í samráði við samherja, sem taldi þær augljóslega í sína þágu. Það breytingar sem eru í vinnslu vegna hugsanlegra nýrra laga og reglugerða í sjávarútveginum eru vegna ráðherrans, Saki, James og Kötlu, sagði til dæmis þau máli í einu minnisblaða Jóhannesar til yfirmanna sinna. Samherji var að hlutast til að innanríkismálum með því að skipta sér öllum lagasetningum og breytingum. Þegar lögin gengu í gegn sendi Jóhannes Þorsteini Má tölvupóst og sagði honum að lögin væru gengin í gegn og James væri búinn að lofa langtíma samningi. Stofna þyrfti fyrirtæki með þeim og skipta prósentum. Lagabreytingin var til þess að verðmætur kvóti alltaf 80.000 tonn árlega fóru nú til Fiskor frá ráðherranum og þaðan til samherja á sannkölluðum vildar kjörum. Þegar ráðherrann úthlutaði ríkisfyrirtækinu kvóta ólöglega ári áður var honum skipt milli samherja og annars ótengds fyrirtækis. Nema hvað, samherji greiddi 20% lægra verð.